Góðan daginn, gangið í bæinn. Ég reyni oftast að fá mér hafragraut á leikdögum en líka bara mjög marga aðra morgna. Það fer svolítið eftir hversu mikinn tíma ég hef. Ef ég er að drífa mig þá fæ ég mér kannski frekar eitthvað jógúrt eða skyr í morgunmat. Ísskápurinn fullur af einhverju dóti fyrir morgundaginn. Já, ég er útskrifast á morgun þannig að það er allt stútfullt hérna í ísskápnum. Ég þarf að fara að sækja húfuna og svo er eitthvað meira stús. Ég byrjaði að æfa fótbolta í fyrsta bekk en ég var alltaf mikið út í fótbolta með frændum mínum út í garði eða út á skólalóð og fannst alltaf mjög gaman. Sko það sem ég var yngst af frændum mínum þá settu þeir mig oft í markið þar en ég byrjaði ekki að æfa mark fyrr en í 4. flokki. Þegar ég flutti heim frá Svíþjóð þá var þjálfarinn í Val sá að ég var svolítið hávaxinn og kunni aðeins að skutla mér þannig að hún ákvað að setja mig í markið og það var ekki snúið eftir það. Já, ég reyni alltaf að fylgja svona svipari rútínu á leikdegi og vera þá með ég fer alltaf á æfingu cirka 6 tímum fyrir leik og svo er ég alltaf með svona svipaðan hádegismat sem ég borða. Smá girnilegur hafragrautur. Leikurinn í kvöld leggst bara vel í mig sko. Ég er mjög peppi fyrir honum. Alltaf gaman að spila móti Breiðablik. Búið að vera svona erkióvinur bara síðan maður var lítill sko. Versta er hvað veðrið er leiðilegt. Vonandi batnar það eitthvað aðeins. Nóir var alltaf svona markmannsfyrirmynd sem ég var með og svo er Sara Björk líka geggjuð. Það var alltaf mjög gaman að fylgjast með henni. Fer allavega ekki yfir henni rauðljós eða svoleiðis. Heyrðu, við erum á leiðinni niður í Val að taka svona létta power styrktaræfingu fyrir leik til þess að kveikja eins og vöðvunum sem að vera klári í kvöld. Það er alltaf smá aukafiðringu í maganum fyrir leiki á móti Blikum sko. Náttúrulega mjög mikilvægir leikir fyrir tímabilið og svona gott að setja alveg statement hér. Já, ég reyni að taka aukaæfingar bæði sjálf og svo markmannsþjálfarinn minn, hann Gísli líka mjög duglegur að koma með mér. Og þegar ég fer með honum þá erum við meira fókus á svona spinnur og fyrirgjafir og eitthvað. Góðan daginn! Það er myndatökuliðið mitt. Það var elda þig? Það var elda mig. Það hefur verið svona hefði gegnum árin að sá sem er yngstur með hátalega ábyrgð og svo hefur þetta bara einhvern veginn haldist á mér þó að séu komnar einhverjar yngri inn í hópinn. Heyrðu, við erum að fara niður í bæ í búðina hjá henni mömmu minni sem heitir Andrá að sækja útskriftadressið mitt. Það gera allt klappað og klárt fyrir morgundaginn. Fórstu yfir á rauð? Það var bleikt. Besta mómenti hingað til er klálega þegar við komumst á EM með U19. Fá að taka þátt í því var alveg sturlað og spila stórmóti fyrir Íslands hönd. Það var bara þvílíkur heiður. Ég er alveg sammála því að það sé erfiðasta staðan að vera markmaður. Sérstaklega því að það skilur þig enginn. Allir, sérfræðingarnir eru flestir útileikmenn og restin af liðinu veit ekkert hvað þú ert að díla við og svo er náttúrulega einmitt mjög mikið pressa en þetta er svona öðruvísi álag heldur en restin af stöðunum. Það er miklu meira andlegt heldur en líkamlegt þó að maður sé nú reynir mikið á líkamlega líka en já, markið er svona 90% andlegt og svo kannski 10% hitt og það getur tekið á. Kíkjum aðeins á mömmu núna. Mér finnst hópurinn sem við erum með í Val bara vera frábær sko. Það eru mjög margir mismunandi karakterar og litríkir karakterar og það er bara mjög gaman að vera inn í klefanum. Ég er eiginlega alltaf seinust af því að ég er svo spennt að fá að heyra klefaspjallið sem kemur upp og já, ég dýrka allar þessar stelpur sko.
Já, eftir útskriftina ætla ég bara að taka í rólega. Taka allavega rólega fram á áramótum og fókusa alveg á meistaradeildina að komast í hana. Ekki gott að skilja lykilinn eftir inn í bíl. Ég er að versla mér hádegismat og svo er ég að kaupa mér grænan kollab. Af hverju grænan? Af því að Breiðablik eru grænar og ég fæ mér alltaf kollab í sama lit og liði sem ég er að keppa á móti. Grænn kollab. Já, ég hef alveg lent í nokkrum sinnum að fólk þekki mig út í bæ. En ég held að það sé svona frekar í gegnum landsliðið en í gegnum deildina, sko. Úff, ég veit ekki hvað ég var að gera ef ég væri ekki í fótbolta. En þegar ég var að velja með menntaskóla þá var ég svona íhugað að fara á kokkabrautina í MK. Þannig kannski var ég bara eitthvað að kokkast. Ég er að elda mér hádegismat. Og ég fæ mér alltaf svona pastarétt með kjúkling og sætum kartöflum. Svo ger ég oftast eitthvað svona sósu með kjúklingnum úr tómatum og smá döðlur til að hafa þetta sætt og svo fetað á stóna. Mér finnst mjög svona erfitt að segja til hversu langt maður stefnir. Auðvitað vill maður bara fara eins langt og maður getur með þennan bolta. Allar deildirnar úti er að verða bara stærri og stærri með nánast hverjum deginum, sko. Hefur verið mikill United stuðningsmaður í gegnum árin, þó það sé nú erfitt eins og er. Þá væri mjög gaman að fara að spila á Englandi og þá mögulega fyrir United. Já, svo var náttúrulega alvöru skítaveður í dag sem er leiðilegt þegar maður er að spila svona stórleiki. Og þegar ég var að fara að sofa í gær, þá var ég sko að spá. Ef ég er sparkað út, ef að boltinn kæmi aftur til mín, hvort að ég mætti bara taka með höndum eða... En við skulum nú vona að það sé ekki svona vont veður í kvöld. Ok, frábært. Ég kem og sækja hana eftir. Gott veður. Já, ég er að sækja fyrir Fanney. Húi. Það finnst ekki. Þú mútið bara kíkja í speil og sjá hvað það passar. Og hún er líka bara þægileg. Það er svona. Frábært. Og bara til hamingju. Takk fyrir. Allt klappað og klárt fyrir útskriftina. Svo er bara eftir að græja veitingar og eitthvað heima. En dressið er allavega komið. Heyrðu, ég ætla að fara að koma mér í gírinn fyrir leikinn og ná almennilegum fókus, þannig að við sjáumst bara eftir. Úrstæðum leikum. Skál í rauðrósa. Sjáumst. Takkaskór, handskar, allt með. Ég reyndar ekki með hangklæði, hlaupa að sækja hangklæði. Vonandi flæðir ekki upp úr. Já. Ég byrjaði að taka mér léttan blund. Svona núllstilla sig aðeins og svo var ég að sjá fyrir mér hvað ég ætlaði að gera í leiknum og setja mér markmiðið og svona. Og svo tók ég mér kalda sturtu til þess að vekja mig almennilega eftir blundinn kom mér almennilega í gang aftur. Og svo endaði ég á því að kveikja aðeins á svona hand-eye coordination með því að leika mér aðeins með tennisbolta, kasta í vegg og svona. Taugarnar eru bara góðar svona á leiðinni, sko. Mér líður bara vel, svona nett spenningur í manni sem er bara gott af því að gott að vera smá spenntur, smá stressaður. Og svo bara til í þetta, sko. Klári að byrja þennan leik. Ég hlusta oft á Gangsta Paradise og setja þá. Guðrún Elísabet sér alltaf tónlistina, en ég kem með hátalarann, en þetta er svona samvinna. En hún stendur sig vel. Það er líka alvöru kröfur, sko, þessar eldri, þær setja standardinn hátt. Ef það er eitthvað leiðilegt, þá láta þær mann heyra það, sko. Já, það er allir búin að vera svona ekstra fókuseraðir á æfingum og vilja allir vera klárir í þennan leik. Af því að það er ákveðin rígur á milli þessar liða, sko. Ég held að flestir þola ekki hvern annan í þessum liðum, sko.
Já, bara takk fyrir daginn og nú bara fullur fókus á leikinn. Við sjáumst. Við fáum þetta dásamlega veður til þess að sjá alvöru fótbolta.